Það sæll Halli. Sæll Hlynur minn. Nú eru breytingar í gangi. Já. Það þú að fara að ganga guðsvegum núna eða? Já, ég sko, já, það er svona einn af póstunum sem maður er að skoða, vonandi. Það er svona, maður losnar illa við þessa köllun. Já. En nú ertu búin að vera framkvæmdastjóri fyrir landsmót í 2 tímabil eins og, er það ekki 4 ár? Ég er nú svo eini sem hefur tekið sko 2 mót á 2 árum. Já, þetta eru 2 ár? Já, þetta eru 2 ár, já. Og þetta er náttúrulega búið að ganga ýmsu, þú fegst flensuna beint í andlitið. Já. Og sem að gera ekkert svona til að létta reksturinn. En segja okkur aðeins, hvað ertu búin að gera? Þú veist, hvaða breytingar hefur þú gert sem þú telur vera svona þínar breytingar? Já, það er svona, ef maður talar mínar breytingar sko, ég meina þetta er auðvitað svo mikið samstarf, þessi landsmót sko, og eins og þú bara veist sjálfur, þetta er náttúrulega heljar mikið af fólki sem kemur að þessu. Ég veit ekki, ég meina, ætli sé ekki svona kannski fyrst að telja streymið auðvitað, að reyna svona að koma því á koppinn. Jú, og svo auðvitað kannski svona spurningum dagpassamálin, lækka þá, reyna að koma því inn. Þetta er allt eitthvað sem að menn fara yfir í sameiningu og skoða áður en að er farið út í einhverja breytingar sko. Ok, þannig að það er ekkert stórar svona breytingar sem þú hefur tekið? Nei, ég held að ég get ekki eignað mér neina stóra breytingar. Ég held að, og ég sko, enda mótin sem slík held ég séu bara í mjög góðum og föstum skorðum. Svo er aftur á móti þetta spurning með rekstrarformið, það er aftur á móti allt annað mál. En mótin sem slík frá því að þú setur það í gang sko klukkan 8 á sunnudagsmótni eða mánudagsmótni, hvernig sem það er sko, og þá getur því líkur á sunnudegi, ég held að menn séu mjög sáttir við það. Mótið sjálft sem dæmi í Reykjavík núna, þetta var náttúrulega flott umgjörð og virtist vera allt í standi og gekk vel að fá knappinn og braut og annað, en þetta er svona svolítið orðið íþróttamótslegt hins manni þegar það er búið að sterilsetja svolítið og kostar náttúrulega greiðlega peninga að gera þetta. Já. Varðandi breytingar á fagsvellinum, þurfti landsmót að borga það eða náðu þið þessu í styrkjum og með fák eða hvernig var þetta fjármagnað? Það sem snýr að svæðinu, það er fjármagnað bæði frá ríki og borg sem rennur inn á svæðin sem sagt. Þannig að landsmótið sem slíkt borgar ekki leigu á svæðunum eins og var í den sko. Hvað er stærst þetta kostnaði liðurinn? Því að maður skilur ekki alveg hvernig er ekki hægt að reka landsmót með gróða og hvað er stærsti kostnaði liðurinn? Þeir eru náttúrulega nokkrir sko, þetta er, já þú segir það að maður skilur ekki hvernig er ekki hægt að reka landsmót með gróða. Það er bara þannig að umgjörðin er orðin dálítið stór. Hún var náttúrulega töluvert minni fyrir norðan í fyrra, þannig að maður svona hefur kannski aðeins skilning á því núna að vera með kannski mót sem er smærra í sniðum eins og var fyrir norðan í fyrra og svo mót þar sem að í rauninu var kallað á það að reyna að keyra hestamennskunni í gang aftur og það er auðvitað bara þannig að ég held að við getum öll verið sammála það að kostnaðurinn kringum mótið, að rekstur mótana, hann er bara of hár og nú, eins og sagði, nú fengum við þarna pestina í andliti 2010 sem gerði það að verkum að það var gífurlegur kostnaður sem var búinn að fara í mótið sem átti að vera haldið þá og stór halli sem að við þurftum að reyna að ná í aftur og þess vegna var snúið hverjum einasta steini þegar var farið í það að halda mótin 2011 og svo aftur nú 2012 og því miður þá er það bara mín skoðun að það er ekki hægt að halda mót eins og við gerðum núna í sumar og til dæmis var haldið 2008 flotta mótið á þetta fína mót á Hellu með miklu minni kostnaði en raungera eða sem við sjáum í dag. Okay. Og það er auðvitað áhyggju efni held ég vegna þess að ég held að það sé allir sammála það, þetta kostar mikið en þá líka verða menn að koma fram. Það er rosalega auðvelt að sitja einhvers staðar í aftsætinu og segja heyrðu þetta er allt of dýrt sko. Þá verða menn líka að reyna að finna einhverja lausnir á því hvernig er hægt að skera niður og þá verða menn bara að svara sko hvar vilja þeir skera niður.
Já, en núna ég búinn að spyrja, hvar dýrasti kostnaðarliður? Sko, þeir eru auðvitað hérna margir, stórir kostnaðarliðir. Dýrustu kostnaðarliðirnir eru það sem að snýra kannski grunnþörfum mótsins. Það er að segja rafmagni, gæslu, klósettum, auðvitað mannskap, öllu mannahaldi og síðan tækniliðum. Þannig að þetta er svona, það er engin einn stór kostnaðarliður sem er svona kannski umfram annar. En þetta safnast allt saman. Varðandi breytingar á upptökum, nú var Sveinn í Plúsum búinn að vera með þetta í allmörg ár. Já. Og það var svolítið stórt, kannski skrifa fara alltaf að tölvuvæna þetta svona og gera af mínum að þetta frábært skref kannski að alltaf fara að búa til svona myndasafn í raun og veru og geta merkt vídeo við andlit hvers knappa til að finna í framtíðinni. Þegar nú þekki ég það að vera búinn að taka upp vídeo í 11 ár og maður að leita af kannski einhverju vídeo og þetta er ekkert fæla nógu mikið. Nei, einhver ákveðnur hossi eða eitthvað. Já, en svo náttúrulega kemur þessi breyting og þið farið að taka í kassan streymið af beinum útsendingum sem er bara gott að blessa. Þannig að það sem Hestafréttir byrjuðu með fyrir einhverjum 6-7 árum, fyrstir í heiminum með þetta og sem er greinilega að ríða sér, bara koma sér vel fyrir alls þar í bæði íshokkí og fleiri greinum í Íslandi. En mér finnst svona, aðeins svona gagnrýna, mér er svolítið skrítið að Svenni í Plúsum hafi ekki verið kannski með í dæminu út af að hann er náttúrulega búinn að gera þetta lengi, að vera ekki búið að bjóða honum að vera með áfram upp á því að það kemur svolítið nýr vingill. Hestamenn sem að taka upp hesta, þeir taka yfir betur upp hesta heldur þeir sem eru vanir að elta íshokkí pökk því að það er svona öðruvísi vingill sem þarf á hestana og að mati marga finnst þeim að vísu varði sjálfur sem er með kukl, hestamaður og kann þetta en það eru margir menn sem að vinna hjá honum sem kannski er ekkert fagmenn í hestasportinu. Er það ekki svolítið alveg? Jú, sko, mér finnst svona óþægilegt kannski að fara út í einhverja svona niðurnjörvar, sko, einhver brot af því hvað, þú veist, ég meina þetta er auðvitað stór ákvörðun þegar það fara út í það að ætla að fara að streyma móti, eins og þú veist bara sjálfur og ég meina þetta er flókin viðburður landsmótið, þetta er ekki eins og kannski að vera inn á ísnum eða á einhverju svona íþróttamóti slíku, það eru að koma margir hestar í einu og svona og auðvitað er krafan eins og þú veist og þeir sem að koma að þessu, krafan er svo efni sé mjög gott. Ég meina það var bara ákveðið að fara með þetta í útboð og það voru nú bara 2 fyrirtæki á landinu sem gátu í rauninni kannski farið í þennan pakka eins og hann lá fyrir því að það þurfti útsendingabíl og fleira sem að fylgdi sko. Og þú veist, jú, þetta ég meina Svenni er búinn að vinna frábæra vinnu og ég meina við hestamenn eigum honum mikið að þakka eins og þér og en ég vil svo sem ekkert vera að fara eitthvað grúndíkt onni í það af hverju þetta var svona og svona og svona, þetta var bara ákvörðun sem var tekin og ég held að það var margt sem var ekki gott í fyrra 2011, það er bara eðlilegt þegar menn eru kannski svona aðeins að breyta áherslur. Ég held að menn eftir að vera mjög sáttir við efni sem við erum með í sumar. Menn fengu svona 1 ár og það verður bara að gefa mönnum það En efni sem týndist 2011, er það fundið? Nei, það týndist náttúrulega ekki. Við höfum alveg þurft að ræða málin á íslensku saman í gegnum tíðina, þar sem ég er nú að reyna að verjast það sem ég er búinn að vera að gera í 11 ár og á landsmóti 2011 þá voru þeir teknir við kukl og ég var komin á 50 degi fyrir landsmót og gerði fullt af upptökum sem var vel þegið þar sem að þurfti að auglýsa mótið. Svo kom að landsmóti og þá var engin kamera á börnum og unglingum og kamerarnir voru á Kimbalvellinum og ég fór út og tók upp börn og unglinga og síðan birti ég það á netinu og kannski
var það óþægilegt að komast að því að það var enginn upptökumaður. Þetta er náttúrulega rosalegu skandall þegar börnin sko framtíðin og það eru afar og ömmur sem að sitja heima út af þau hafa ekki efnað að koma á mótið þegar 10% af þessum börnum og unglingum komast áfram í milliriðla og síðan í úrslitin. Já. En sko, ég er svo sem allar að geta að fara í einhverjum svona, þú veist, einhverja svona niðurnjörfaðar, einhverja pælingar eitthvað eitt atriði, sko. Nei, það er stórt atriði að vera með Já, klikka, þetta er náttúrulega spurning um peninga. Þetta náttúrulega, það kostar að vera með eins og veist alls staðar. Já, þetta var útboð sem þeir gerðu. Þar klikka þeir á stóru atriði að gæðingavöllurinn bara ekki með. Gæðingavöllurinn það sem að Landsmót snýst Kynbótarhúsin á þess að taka yfir svolítið. Já, ég ætla svo sem ekkert að fara í þessi málefni hérna. Þú ert pólitíkur, þú ert hægt. Já, nei, ég meina, sko, þetta er auðvitað bara spurning hérna, hvernig menn vilja forgangsraða. Þetta snýst, þú veist, inn í end, þá snýst þetta allt um peninga. Og það er náttúrulega bara dagskipun að reyna að hérna, láta mótið ganga upp peningalega. Annars verður því bara ekkert haldið áfram. En ég skil alveg hvort þið segja, auðvitað má alltaf eitthvað betur fara og hérna, ég held að við höfum sem komum að mótinu 2011 bara lært heilmikið af því. Sérstaklega bara auðvitað út frá ýmsum pælingum. Ég meina, menn gera mistök. Ég man nú bara eftir því í fyrra, sko. Já, í 2011, já, hérna, allt í einu kemur það upp úr krafsuna, sko, það vantaði heilan útvarpssændi á annar völlinn. Þannig að það bara, þú veist, það er bara fullt af hluti sem komu upp og ég meina, auðvitað er líka bara þessi grein á milli, hvernig menn takast á við það. Það sem ég var að reyna að fara út í með þetta upptökudæmi, að ég tók upp bara börnin. Það sem að mér finnst svo skrítið að þessi stefna sem var tekin að þessu mennum taka upp og þetta er streymið og svo bara nánast ekkert það má alla gera neitt, taka upp allavega Hæstaréttur fekk svona takmarka sína en síðan eru kamerur, það eru allir iPhone-ar komnir í brautina og það er að taka upp í hátíðagæðum þar og maðurinn í púltinu sem er með sinn vef, hann er með kameruna leiðina að tala og setja upp beint á netið og sem mér finnst gott að blessa, mér finnst að hestamannmót eins og Landsmót, það er ekkert orðið eins og fótboltaleikur. Þetta er ekki orðið það vinsælt eins og sannaðist í Reykjavík. Þetta eru 8.700 manns eða ekki sem mættu, sem borguðu sig inn. Jú, þetta var 10.000 mann mót, já. Ok, og hérna, ég held að ef það markar sér eitthvað, þá þarf það að láta fljóta allstaðar. Það þarf að fara allstaðar inn, þar sem að þetta tísar allstaðar því að þá langar fólk að koma. Ég held að það er að auðvitað vera með einn maður sem fær borga fyrir streymið og við erum engar rétt á að gera diska en að dreifa þessu, að hestamenn sko fattið að þetta þarf að fara víðar. Á netinu ferða víðar, ekki bara Stöð 2, þá erum við bara markaðssettur í Ísland. Þannig að Já, ég held að það sé líka svolítið spurningu það sko hvernig þú skilgreinir að dreifa efni. Nú hérna var ég nú svo heppinn að ég læriði hérna upplýsingastjórnun í Háskólann í Kaupmannahöfn og hérna sko það er eitt að dreifa efni og annað að dreifa efni og þú veist það náttúrulega alveg sjálfur og hérna það hefur auðvitað var bara ákveðið svona mörku stefna um það hvað í rauninni myndskeið ættu að vera löng og annað slíkt auðvitað það bara eitthvað svo sem að menn þurfa bara að vega og meta sko og ég held að við séum alveg sammála það að sko markasetning á mótinu hún er okkur gífurlega mikilvæg og hérna og samstarf auðvitað við alla fjölmiðla er bara það er bara sko lífsnauðsynlegt fyrir mót og bara í rauninni hestamennskunni í heild sinni. En sko ég get ekki verið sammála því að menn geti sett inn 10-15 mínútna klippur af mótinu þegar í rauninni sko kostnaðurinn er svo mikill sem raun ber vitni við upptökur og annað slíkt og í rauninni innkoman af sölu af efninu miklu meiri heldur en ég í rauninni gerði mig grein fyrir. Já. Og þess vegna held ég að þú veist, þetta er auðvitað bara eins og með allt annað. Þú verður líka aðeins að hafa, sko, ég meina nú er það hestamenn í landinu sem eiga þetta efni. Það er bara þannig. Núna er þetta bara hestamenn sem eiga Landsmótið og hestamenn sem eiga efnið og til þess að þeir sko geti gengið að góðu efni, þá náttúrulega þarf líka að verja, er það ekki, svolítið hérna, hvað var að segja, upptökunar, en ég meina, sko, en ég er algjörlega sammála því fjölnir að þetta er auðvitað eitthvað sem að það svona diskutera og ræða og hérna, og þú labbar ekkert inn á, sko, hérna Anfield leikvanginn og tekur upp leikinn og setur hans út á netið, sko, á þess að, þú veist, einhver láti í sér heyra, sko. Nei, en það er samt, sko,
það fullt af vídeoklippum náttúrulega á iPhone-um á öllum leikjum, en það sem svolítið skrítið að menn halda það að ef það kemur 15 mínúta vídeo á netið, að menn kaupi ekki diskinn. Það alveg af og frá, því að ég persónulega, þú veist, set diskinn í landsmótsdiskinn og horfa á hann í góðum gæðum í vídeónum, en á netinu þá ertu að bíða eftir þetta og lótist inn minst jafnar tengingar og annað, þannig að þetta ekkert samkeppnishæft. Þú ert að sjá, glefsur og þið langar að vera þarna. Ég líti á þetta þannig að þetta bara auglýsing fyrir mótið og þeir sem að sjá þetta hefði ekki verið að drífa mig, ég fer á mótið, ég kaupi mér núna helgina. Já, en ég menna við erum líka, svo erum við þarna í fyrstu skipti að vera með streymið, þannig að menn eru svona kannski aðeins meira á tánum sko yfir því hvernig er einhverju konur í samkeppni við, þú veist, streymið og þannig að það er kannski alveg eðlilegt að menn séu svona aðeins sveittur að vörunni sko. En við skulum sleppa þessu, þú er ekki að tala um þig. Ég nenni alveg að tala um það sko, það er bara. En annar mál, nú að fá landsmót EHF 1 á hausinn. Það er náttúrulega ekki farið á hausinn. Nei, við erum ekki að tala um þetta, sem að var landsmótið 2008 var Jóna Fanney, já. Og það eitthvað að skila þar tölum? Allar tölur, allar áskýrslur og Var það ekki neikvætt þar? Nei, það var hagnaður á 2008 mótur. Ok, og í hvað fór peningurinn? Hann fór náttúrulega megninu til í að starta móturinn 2010, síðan frestaðist. Og í ár, hvernig eru tölur í ár? Þær eru í lagi, við erum rétti með við núlið, en því miður að þá fannst mér, ég held að öllum hafi fundist vanta meira fólki. Já, það er náttúrulega alveg greinilegt. Já, ég held að En ég var að koma að fagsvæðina áðan. Já. Og mér finnst eins og landsmót hafi hætt í gær. Það er ennþá flaggstangir og það er eins og svæðið sé, þú veist, það eru verðmunir í þessum flaggstangum og öllu dóti sem í kringum þetta. Já. Og mér finnst eins og það hefur verið farið frá þessu og skilið eftir, fattar við. Hver var að segja að hreinsa svæðið? Er það fags? Já, það voru bara menn sem áttu að ganga frá svæðinu, það er alveg á hreinu. Og reyndar eru þarna flaggstangi sem ég held að sko, á þess að ég nenni eitthvað að vera að ræða það eða setja út að þá er þetta bara ákveðna aðla sem ætluðu að vera löngu búin að segja. Þetta er svona eins og með margt annað. Þetta er ekki sko einn ykkar sem Nei, og því miður að þá bara, þú veist, þá er þetta eins og með margt annað, maður þarf kannski stundum bara að mæta sjálfur og ganga frá því, en þetta eru bara fyrirtæki sem eiga þessa flaggstangir þarna og ég bara, vonandi verður því nú bara kippt í liðin 1 og 3. Þeir gera það núna? Já, ég held. Með Reykjavík, landsmóti Reykjavík, var þetta rétt stefna? Er þetta það sem við erum að berjast fyrir eins og þeir sem búa í Reykjavík og hér nágrunni vilja hafa landsmóti Reykjavík, þeir sem búa fyrir austan vilja hafa fyrir austan? Hvað finnst þér? Finnst þér landsmóti eiga heima í Reykjavík? Alveg klárlega. Ég meina, minnst að ég heima í Reykjavík eins og annar staðar. Ég held að Reykjavík sé að mörgu leyti mjög hentugur staður fyrir þá sem eru að koma að því að setja upp mótið. Það er miklu auðveldara fyrir okkur að svona undirbúa mótið hérna. Það er miklu auðveldara að fá styrktaraðal að mótinu. Og það er bara miklu auðveldara að koma keppendum og öðru slíku fyrir. En svo aftur á móti koma auðvitað aðrir hlutir inn í þetta sem eru kannski auðveldara annars staðar. Ég hef í rauninni enga sérstaka skoðun á því hvar landsmót á að haldast. Nema þá skoðun að það á að haldast þar sem að auðveldast er að láta það skila hagnaði fyrir eigendurnar, hestamannafélögin og bændasamtökin. Og í rauninni þar sem er auðveldast að tryggja því áframhaldandi rekstrargrundvöll. Hvað myndirðu gera ef þú verður með næsta mót? Hvað myndirðu gera öðruvísi? Já, þetta er stór spurning. Ég held að ég myndi reyna að halda áfram að einhvern veginn að skera niður kostnað við mótið. Nú er ég auðvitað búinn að eyða 2 árum í það að reyna að skera niður mótið.
en hérna ég ansi hræddur að það þurfa að koma svona einhver nýr hugsunarháttur inn í þetta og ég held að félögin þurfa að koma meira á mótunum, sjálfboðaliðsvinna og það þarf að svona huga því. Ég rauninni sko, ég geti rauninni ekki sagt að ég myndi gera neitt kannski mikið öðruvísi það sem að snýra eins og ég segi mótinu sjálfu því að það held ég hafi verið að fúnkera fínt sko. Þannig að það rauninni að þessum vantar bara markaðssetningar fólki komið? Já, það svona partur af því. Þetta held ég að ég meina ef við erum að horfa fram á það að mótin séu kannski ekki nema 10 ára mót, þá náttúrulega þurfum við bara að sníða stakk eftir vexti. Ég ekkert viss að það sé að koma neitt miklu meiri, enda var mótið 2008, þessi kom 14 manns, það var svona, hefur verið algjörlega uník mót í röð þessara móta. Yfirleitt hafa þetta verið bara svona kring 10 manns. En það bara markaðssetning, góð markaðssetning, það kostar pening. Já, það kostar pening. En svo kostar það ekki pening þegar vídeóum var streyma út allt. Það held ég að sé þetta. Já, það er auðvitað einn af þessum punktum sem menn þurfa að skoða, mjög alvarlega. Og ég, talandi það, nú komu ágætis menn til okkar í sumar frá FEI sem eru alþjóðasamtök hestakynja í heiminum og gerðu ansi fína þátt í hálftíma þátt landsmótið og svo fóru þeir og hittu fólk á hrossræktarbúum og annað slíkt. Þetta þáttur sem að ég bara reyndar búin að sjá held ég 3 sinnum á BBC World og var á BBC 1 og dreifist í fyrir fleiri 100 milljónir áhorfenda. Það hvergi heyrst minnst á þetta, en þetta er auðvitað líka partur af markaðssetningu, þannig að vonandi skilar þetta okkur líka einhverju í framtíðinni. Þó að kannski gerir það ekki núna. Ég held að þetta sé líka svona hluti sem menn þurfa að hugsa. Þetta er ekki, það þarf auðvitað líka að fá svona utanaðkomandi aðila til þess að svona sýna íslenska hestinum athygli. En það sem ég nefndi áðan að gæðingakeppni er gæðingakeppni og þetta fara að vera svolítið íþróttakeppnislegt. Já. Og þegar þetta er í svona umgjörð eins og í Þýskalandi, alveg svona sterilserað og sótreisað. Ja, sótreisað alveg og eins og gæðingadómara leiðarinn segir, hesturinn á að vera frjáls og allt þetta þessu og mér finnst svona þetta fara að blandast eins og þetta sé eiginlega að detta í að verða bara íþróttakeppni landsmót og það er spurning hvort að það sé eitthvað sem að skemma fyrir hestinum, ég meina kannski ekki en svo með svona að ég veit ekki, mér finnst eins og þetta sé orðið of mikið af svona blendings og blanda. Hvað veist þér það? Sko nú er ég náttúrulega algjör áhugamaður þegar kemur að þessu. Það er að segja nú eru bara gæðingadómararnir sjá dómana og hverjir þeir eru að leita eftir inn á vellinum og svo eru þetta bara mótstjóri sem sér það sem snýr að vellinu sjálfu. En auðvitað hef ég svo sem viðurkenni það alveg að maður svona hugsar oft hvort þetta sé farið að blandast of mikið saman. En mér finnst nú samt að svona þessi toppar á mótornum og þegar við erum komin inn í úrslit að þá farir nú ekkert á milli mála að við erum að tala um gæðinga Þannig að þú veist, ég veit ekki alveg fyrir mig, ég er svona stundum finnst manni eins og menn fái svolítið mikið fyrir svona, hvað ég segja, svona, ég meina fallegar íþróttasýningar en auðvitað held ég þegar við erum komin svona inn í lokadaga mótsins, þá erum við náttúrulega farin að sjá muninn ansi vel En svona lokum, þú ert að fara út til Svíþjóðar eða hvað? Nei, ég er nú bara að skoða svona hinn og þessa möguleika það er nú algjörlega þessu óviðkomandi. Já, en þú ert lærðuprestur? Já, ég er embættisprófi guðfræði. Já.
Þannig að ég hef svokallað embættisgengi, ég get sótt um. Þú ert með kragan á þér eða? Já, þetta er eina sem ég fæ núna, það er það sem maður prjónar heima. Já. Og hvernig lektaði þið að fara úr hestamennsku sem var ekki alveg á guðfræðinni? Við göngum okkar við en ekki guðsögum. Hvernig er að sveifla svona milli? Nei, ég er auðvitað bara að reyna, nú er staðan með blessaða þjóðkirkjuna eins og hestamennskuna, það er alls staðar niðurskurður. það er nú flókið að komast að hérna heima, en sem betur fer þá eru svona sénsar erlendis líka og það er bara spennandi að skoða það og svo er náttúrulega eitthvað heima líka sem maður getur skoðað, þannig að ég er nú bara í þeirri góðu stöðu í dag, maður svona getur aðeins velt fyrir sér framtíðinni. Var starfslokasamningurinn góður? Já, ég wish. Nei, ég meina ég er bara tilbúin í næsta ævintýri. Það var rosalega gaman að takast á þessi landsmót en samanskapi mjög erfitt og mér sýnist nú reyndar að það sé nú ekkert auðveldara innan kirkjuna það er spurning hvort að þetta sé úr öskunni í eldinn en við sjáum bara til, það verður bara gaman að maður hættir ekki til hestamenn það er alveg að reyna. En hvert ertu að fara? Ég er bara að fara erlendis fjölnir að skoða. Það er ekki að gefa upp? Nei, ég meina það er bara ýmislegt í spilunum. Spennandi framöndan. Ég læti vita þegar það kemur. En þú munt halda áfram að sinna hestunum? Sinna hestunum? Já, og vinunum. Þetta, hestamennska snýst vináttu, það gerir ekkert annað. Menn gleyma þínu stundum Já, það virðist vera stundum Það gleymist. Já, þetta snýst allt félagskapinn. Já, en þetta virðist vera að fara að snúast allt peninginn. Já, hann er náttúrulega bara fylgir þessu svolítið stundum og já, en ég held að menn með ekki gleyma grunninum og allir hestamenn einhvern veginn eru nú held ég að hafa nú sama skilningin, það er að láta íslenska hestinn njóta velgengninnar. Ertu sáttur? Já. Við þitt starf? Já, ég sé það. Auðvitað er alltaf eitthvað sem maður betur fara en ég er mjög ánægður og sáttur og ég er bara þakkláttur fyrir að hafa verið með öllu þessu góða fólki sem að starfa að þessu. Loka orð, Guð blessi þig. Já, bara nákvæmlega. Guð blessi þig, Fjölnir minn, og ykkur. Herri, gangið vel. Takk fyrir. Og takk fyrir spjallið. Já, takk sömuleiðis.